Elli, hvernig líður að hafa sett mark og ná sérinu? Bara mjög vel, það er erfiður leikur. Gerum þetta kannski erfitt fyrir okkur, vorum bara með held ég fulla stjórn á leiknum í 2-0 og við skorum eftir bara upp úr innkast eða sem er frekar bara lélegt hjá okkur sem liði og þurfum svona aðeins að tjekka hvað gerist þar en bara framan að gera þetta mjög erfitt. Við skoruðum hann í 3-1 þegar við kannski döttum aðeins mikið niður í lokin en síðan bara snýrst þetta að halda út í lokin og vörnin sá það. Hvernig leiðir í lokin þegar þeir voru að dunda boltanum svolítið inn í tegin? Já, bara illa sko. Það er bara getur allt gerst. Við erum alltaf með stóra og sterka leikmenn inni og svona bara mikið af leikmennum inn í teg og bara klass og eins og ég sagði, ég held að næstu skallaðan inn á fjær, skulluði framhjá eða skulluði í horni eða eitthvað. Þannig að það er stutt á milli í þessu. Hvernig leiðir þú fær boltan hann og leikur á varnarmann og leggur hann í horni? Hvernig leiðir svona sá henni þegar þú sást hann? Bara vel og þetta var bara fyrsti leikur fannst mér í 2-1 svona á þessum tíma. Þannig að mjög gott að koma okkur í 3-1 en ætlaði að skjóta en þetta er ekki þröngt færi en mér fannst varnarmaðurinn svolítið blokka skot leiðinni á mér þannig ég var eiginlega að taka touch og bara vera yfir rólegur og leggja sín hönd. Þeim besta leikur verið Víkinga hingað til, finnst þér það? Já, mér finnst það. Mikið meira í boltanum, sérstaklega svona fyrstu 20-30 mínúturnar. Spiluðum rosalega vel og vorum yfir 2-0 bara mjög vel skilið hjá okkur og hérna, já ég held að ég var meira í boltanum og kannski svona meira í aðeins svona frjálsar hlutverk í dag og svona henda mér kannski aðeins betur en bara gott að spila með Íko frammi og kantverunum og þeir voru bara mjög fínir í dag. Þú veist, við fá svona meira frjálslega fram á því, hvað er skilaboð fyrstu frá Sölva fyrir lengi? Engin sérstök skilaboð, bara halda áfram og markið mun, eða stóðsendingin mun koma og svona breytum aðeins svona kannski mínu hlutverki. Kannski svona aðeins frjálsari fram á því, það er mjög svipað varnarlega en bara, já, það var aðeins svona frjálsari sóknarlega og gæti svona reynda að finna mínar stöður fyrir aftan eða hliðina á miðjumönnunum. Mér finnst það bara að ganga vel, spiluðu mjög vel. Það er lokað frá mér, hvernig var svona fyrstu vikuna að vera í fásaðunum hjá þér? Mjög góðar sko, bara líður rosalega vel hérna, geggjaður hópur, góður hópur, stór og mikið hópur, mikið af góðum leikmönnum og sýnist þér þegar bara við höfum verið að ströggla svolítið með meiðsl, 1-2 í hverjum leik eiginlega en það sýnir bara breytin í hópnum hvað er með góða leikmenn sem kom inn bara þetta sækjandi á móti Aftureldingu og móti Val í síðustu viku en þú veist, 2 leikir í deildinni sem hafa ekki verið svona það sem við vorum kannski að vonast eftir en bara nýkomum maí og bara höldum áfram og verðum vonandi bara betri og betri. Einn á mér, bara þetta mikið verið rætt og ritað byrjunum á mótinu og bara hjá þér og Víkingum og svona, bara hvernig finnst þér þessi byrjun að verið og var þetta ekki bara mikið léttir að ná að skora þarna? Já, í hvað sæti erum við núna? Tómning, leikan heima í Stöðvík. Já, þú veist, þetta er bara, það eru bara allir leikir erfiðir. Ferðu út til IBVF og spila á grasinu þar, það er erfitt. Spila á Aftureldingu úti, það er bara erfitt. Það er ekkert einhverju léttir leikir í deildinni, það er bara FH voru ekki búin að vinna fyrir leikinn í gera ekki og vinna síðan 3-0, það er bara ekkert létt að spila leiki og ert ekkert að fara á allt yfir neina. En við erum bara rólegir sko, við þurfum bara að toppa á réttum tíma og það munu Breiðablik og fleiri lið og það munu allir miðstíga sig í sér að Vestri eru eiginlega bara í fyrsta sæti líka, það bjóst enginn við því. Þannig að það er bara, það er nóg eftir og þetta verður skemmtilegt sumar. Takk fyrir gangur.